Við erum við Gilsá, hér rétt hjá Egilsstöðum. Við ætlum að tala við Unnar Elísson. Hann ætlar að segja okkur aðeins frá verkefninu. Já, kveikjan að myllunni er 86. Þá kaupi ég raunverulega, þá var ég búinn að reka vinnuvéladeild bara undir mínu eiginnafni í 10 ár sko, frá 76. Svo kaupi ég efnisvinnslu vélar til þess að búa til efni í vegi og steypefni en aðalega til vegagerðar. Þá kaupi ég svoleiðis unit af fyrirtæki á staðnum sem að vildi hætta og tók mágur minn með í þetta fyrirtæki. Ja. Og svo 94 þá sameinaði ég minn rekstur, ja. Myllun SF þá og úrval Myllan EHF. Og síðan það náttúrulega búið að bara verið í vinnuvéla geiranum stækkað í þeirri þjónustu sko. Og staðist til hlutin af þeim rekstri er sko sprengingar og efnisvinnsla og auðvitað með svona allar sortir af vinnuvélum sko. En það er kannski ekki mjög svona tengt í að vera svo með stálsmiðu, hvernig Nei, já, til þess að þjónusta vinnuvéla geiran þá þarf náttúrulega að vera iðnaðarmenn og kunnáttumenn í því að þjónusta vinnuvélar og bíla og allt saman og svo náttúrulega var nú kannski þessi mikla uppbygging sem var í kringum Kárahnjúkana og álverið sko. Þá var svo gríðarleg eftirspurn eftir járniðnaðar þjónustu sko. Þá bætir þú við? Já, þá bæti ég þessu húsi við í smiðjunni og tengibyggingunni inn á eldra húsnæði sem ég byggði 86 sko. Já. Hvað eru margir starfsmenn og hvað er svona, hver eru ævintýrin? Þetta er náttúrulega svolítið breytilegt sko. Bara nákvæmlega í dag ég það er ekki bara það er svona 8 í smiðjunni. Já. Yfir sumartíman hef ég nú verið svona 2-3 í viðbót sko. Svona, það var það bara svona sumarmenn. Já. Jarðunum megin þetta mjög breytilegt sko. Þetta fer niður fyrir 10 á sumrin vetrin segir. Já. Og springur aðeins út yfir sumarið en ekki mikið. Þetta er ekki líkingu við það sem var sko. En smíðaverkefnin, hvað er Já, það er bara, þau eru svolítið upp og ofar sko. Við erum eins og sást að við erum að ljúka 2 stórum partíum í handriðasmíði og svo vorum við náttúrulega að sjóða saman brú sem við byggðum síðasta sumar. Hún átti að verða síðasta vetrarverkefni en það náðist ekki út af stríðinu. Já, vantaði Já, sko, Birginn sem ætlaði að skapa okkur niðurskorið efni í brúna, hann varð að bakka út bara í byrjun stríðs því að þá fekk hann ekki efni frá Úkraínu og við erum að leita okkur að öðrum Birgja og sá Birgi hann var ekki með sama möguleika af því að skapa okkur þetta niðurskorið, heldur við að kaupa þetta bara í heilum plötum allt saman sko. Og við verðum að skera allt niður sjálfur Og það var verkefni vetrarins að hluta? Nei, það lenti alveg fram á sumarið vegna þess að þessi Birgir sem við vorum með, við fengum neitt í stríðið var í lok febrúar fyrra, byrjaði og Birginn bara hálfum mánuð seinna bakkaði út og þá þurfti að finna nýjan
og það fóru náttúrulega bara með 2 mánuði þar til spillis og þá var komið sumar. Og við fengum þetta þannig í fangið yfir hásumarið fyrra og var náttúrulega mjög erfitt að láta það ná saman sko, tímalega við verkáætlun sko. Og svo sumarfrí og þannig að við erum raunverulega búin að smíða þetta og búið að blása og mála þetta í nóvember. Það gert á hjá Sævari í Stála á Seyðisfirði að blása og mála. Já. Og við tókum þetta hér upp yfir og þetta var nú bara hér á Vögnánum þar til að rætt var að koma þessu þarna á verkstæðin frá bara fyrir snjó sko. En hvað? En núna bara þegar það fóru að taka snjóinn þá fóru við að sjóða þetta saman. Og það langt komið? Ja, það bara búið sko. Núna bara beðið eftir manninu sem ætlar að blása þess samsetningunar og mála það. Og það sérst ekki í okkar hendur sko, við vorum bara með stálið sko. En hvernig þetta svo híft? Svo ætlar að hífa þetta bara 2 krónum yfir. Ef við reynum inn í til þá sjáum við þess að þetta. En þetta yfir hvað á eru? Gilsá heitir hún. Gilsá á Völlum. Gilsá á Völlum. Á aðalveginum. Já. Hún Einbreið brú eða? Tvíbreið brú. Já, þetta stærsta einstaka smíðaverkefni sem við höfum tekið á okkur. Það þessi brú. Svona járnsmíðaverkefni. En svona kannski rétt í lokin, hvað nú held ég að þú sést kannski komin yfir 50, svo ætla menn... Ég hef komið vel yfir 50. Já, ok, þá var ég engin dóni, en hvað svo gaman í þessum iðnaði að mann get ekki hætt eða hvað? Já, það má kannski segja það, ég á erfitt með að hætta þér sko, En eins og ég er búin að segja, ég náttúrulega var að selja mig út úr jarðvinnudeildinni, þannig ég er hættur þar sko. Þar sem ég hef verið eiginlega alveg frá því að ég byrjaði sko. Já. En núna ég ætla svona að vera eitthvað aðeins lengur með járniðnaðinum sko. Já. En það er ágætis meðmæli að geta ekki hætt. Já, ég veit ekki hvað það er komið. Ég veit ekki hvort að það er gott, en þetta svona, meðan að heilsar kannski, ég ætla að láta heilsunar ráða þessu sko.